Þá ætla að biðja bæjarfulltrúa Sunnu Lín að taka við stjórnun á fundinum. Bæjarfulltrúi Heimir Örn tekur til máls. Forseti, aðrir bæjarfulltrúar. Þetta liður 1 í fundargerð skipulagsráðsdagsins 14. ágúst 2024 með vísun til afgreiðslu skipulagsfundi 10. júlí árið 24 og lögðu fram tillaga lýsingu aðalskipulagsbreytingar sem nær til verslunar og þjónustusvæðis merkt VAF-13. Í lýsingunni kemur fram á svæðinu verið heimilt að vera með blandaða byggð verslunar og þjónustu og íbúðasvæðis með við hús getur alltaf 5 hæðir og íbúðir á efri hæðum. Meirihluti skipulagsráðs gerir ekki athugasemd við lýsinguna og ráðið leggur til við bæjarstjórn og samþykki lýsinguna og verið kynnt samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og Helgi Sveinbjörn Jóhannsson satt hjá við afgreiðslu málsins. Ég ætla að fá að bæta við að þetta mál hefur verið mjög lengi í bígerð, á sér langa sögu og hefur farið fram og tilbaka í kerfinu frá árið 2017. Það eru fá mál sem að ég hef, vandað mjög mikið við og lesið mjög mikið til í allskyns lög og reglugerðum og við fengum hér lögfræðiálit sem að taldi þetta vera leyfilegt. En þess ber að geta að það er nokkur önnur mál hér sem að eru alveg svo sem ekki alveg sambarileg, ekki alveg jafn góð dæmi en ég ætla samt að gefa eitt dæmi. Við erum með mjög vel heppna svæði hér á Norðurtorgi og sú saga er það frá 2019 þá hafnaði skipulagsráð tillögum eiganda Östursíðu 2 með breyta skipulagi á stórum hluta. En árið 2020 kom nýr eigandi að lóðinni og hann hóf þróun uppbyggingar sem í dag felur í sér verulega aukningu á byggingumagni. Þetta er ekki alveg sambarlegt mál en hins vegar þá byrjaði það sem 11.000 fermetra skipulagi en er byggingumagni núna komið í tæpa 18.000 og er þetta virkilega vel heppnað og ég veit að íbúar eru sérstaklega ánægðir hérna í kring. Ég ætla að kjósa með þessu og ég finnst það að vera númer 1 og 3 fyrir hag íbúa. Ég finnst það góð hugmynd. Mögulega höfðu átt að auglýsa sem þróunareit og fara með þá leið en þessi leið var farin og ég stend fast við mína skoðun og mælum því með að þetta verið samþykkt hér á fundi. Bæjarfulltrúi Heimir Örn hefur lokið máli sinni og færi forseta bæjarstjórnar aftur stjórnum. Takk fyrir það. Sunna, orðið er laust. Það er bæjarfulltrúi Hildi Anna Gísladóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég harma það bara mjög verulega að þetta mál sé komið á þennan stað sem það er komið á og ég tel að það sé algjör óþarfi. Ég veit stundum ekki hvar ég á að byrja sko, en í fyrsta lagi þá í þau lögfræði áliti sem liggur til grundvallar hérna í dag. Ef við kannski bara rifjum aðeins við forsöguna. Sem sagt árið 2022 þá er einum aðila úthlutað lóð. Lóðin er skilgreind þannig að það er verið verslun og þjónusta á einni hæð. Viðkomandi færi lóðinu úthlutað. Á þessu ári þá óskar viðkomandi eftir því að fá frest og tækifæri til að koma með tillögum annars konar uppbyggingu. Skipulagsráð hafnar þeirri beiðni eða hafnar frestinum. Án þess að nein gögn liggi fyrir þá er málið aftur tekið inn á skipulagsráð. Þar hins vegar samþykkir skipulagsráð bæði framkvæmdafrest og að viðkomandi skili inn tillögu að breyttu skipulagi. Viðkomandi sendir síðan inn þessa tillögu að þarna komi 5 hæða hús sem ekki aðeins verði, ekki hús á einni hæð fyrir verslun og þjónustu, heldur ofan á það getur bæstu 4 hæðir sem eru íbúðarhús. Síðan líst fólki vel á það. Ég hefði talið að á þessum tímapunkti hefði skipulagsráð átt að staldra við og skoða 3 leiðir. Leið 1 hefði verið að segja, heyrðu, við ætlum bara að bíða þolinmóð eftir einhvern enn að byggja á grundvelli þessa deiluskipulags.
B, hún hefði getað sagt við höfum enga þolinmæði í því vegna þess að ég tek undir það sem að Heimir sagði, ég vil gjarnan sjá uppbyggingu og verslun og þjónustu og mikið ákall íbúa það á þessu svæði. Og ef að það mat skipulagsráðs eða bæjarstjórnar að það hefði þurft að breyta einhverjum skilmálum, þá hefði verið hægt að segja, við ætlum að breyta deiliskipulaginu og auglýsa það. En svo, þriðji kosturinn sem ég hefði jafnvel talið að hefði gengið hraðast en á sama tíma verið að gæta jafnræðis, það hefði verið auglýstur sem þróunarreitur. Það sem allir hefðu geta sent inn sína tillögu að því hvernig þessu uppbyggingar gæti orðið háttað. Í staðinn aðeins einn aðili sem að sækjast eftir þessum takmörkuðu gæðum í eigu almennings og þið gerir ykkur alveg grein fyrir því og allir sem að það vilja vita að það gríðalegur munur og verðmæti lóðar sem skilgreind sem verslun og þjónustu á einni hæð eða 5 hæða hús þar sem heimild fyrir íbúðum og á efri 4 hæðum. Mér finnst það algjör frumskylda okkar bæjarfulltrúa að gæta jafnræðis í okkar meðförum nema ef að fyrir því eru sérstök, málefnaleg og gild sjónarmið. Vegna þess að bæjarfulltrúi Heimir talaði hérna þetta umrædda lögfræðiálit sem að liggur til grundvalla og það ekkit að engin tilviljun að það liggur lögfræðiálit til grundvalla málsins vegna þess að það ekki yfir allan vafa hafið. Þar einmitt talað mjög mikið jafnræðissjónarmið og þar sagt að ef að skipulagsráð vill fara þessa leið þá verður það að vera á forsendum þess að það séu sérstök, gild og málefnaleg sjónarmið fyrir því að fara ekki eftir jafnræðissjónarmið. Það hefur ekkert komið fram í þessari umræðu og hvað þá í þeirri tillögu bókun sem liggur til grundvallar sem fundi hérna í dag, að það séu einhverjar sérstakar, málefnalegar eða gildar ástæður fyrir því að ekki að gæta jafnræðis og tryggja það að hvort sem fyrirtækjum eða almenningi sé gefin jafn kostur á því að sækjast eftir gjörsamlega ólíkum verðmætum sem þarna ræðir. Mér finnst þetta svolítið eins og auglýsa stól til boða og síðan kemur einhver tilbaka og segir ég væri til í líka húsið utanum þetta borð. Já, ok, flott, fáðu það endilega. Kannski hefðu nú einhverjar aðrir boðið í það ef þeir hefðu vitað að húsið væri líka í boðið utanum hennan stól. Þetta finnst mér óbáðleg vinnubrögð bæjarstjórnar en það er það sem ég vil samt árétta. Í þessu lögfræðiáliti kemur skýrt fram að það bara bæjarstjórn sem í dag að taka þá ákvörðun hvort að hún telji að það séu fyrir hendi sérstök, málefnaleg og gild sjónarmið fyrir því að hleypa ekki öðrum að því að sækjast eftir þessum takmörkuðu gæðum sem gjörsamlega búið að gjörbreyta í eðli sínu. Ég veit alveg að í skipulagsmálum þá alls konar sem þarf að gera til þess að koma málum áfram og stundum þarf að jústera og stundum þarf aðeins að breyta. En ég held að við hljótum að geta gert okkur grein fyrir því að þarna að ræða gjörbreytingu á því sem í boði. Og þetta snýst ekki Jón eða séra Jón, skiptir engum máli hver að sækja ef að fyrirtæki á okkar markaði hér eða einstaklingar, þeim verða ekki að treyst því að við sem aðilar, opinberir aðilar, gætum að grundvalla reglum í okkar samfélagi, meðal annars jafnræði. Nema eins og ég segi, ef að það eru virkilega góðar ástæður fyrir því. Og það það sem kemur fram í þessu lögfræðiáliti. Það sem í fyrsta lagi galið, svo bókun sem liggur til grundvallar hérna í dag, það sem ekki einu sinni gera tilraun til þess að einu sinni malda í móin og reyna að þykjast hafa ekkur gild sjónarmið fyrir því að fara þessa leið, heldur bara ákveðið. Og ég tel að allavega með þeirri bókun þá sé alveg ljóst að það ekki verið að fylgja þeim ráðleggingum sem framkoma þá í þessu lögfræðiáliti því þar eru meira að komna fram með eitthvað svona tillögur að það getur nú verið erfitt og flókið að koma upp svona stóru húsi og kannski getur það mögulega fræðilega verið eitthvað málefnalega sjónarmið sem bæjarstjórn þarf að taka ákvörðunum í dag hvort það sé fyrir hendi. Ég ætla ekki að vera þekkt fyrir það eða að standa fyrir það og sama hvað aðilið vegna þess að þetta að mörguleyti ofboðslega sambærilegt því sem ég lagði gríðarlega mikla áherslu á í hinnu umrædda tónatraðamáli. Við verðum að standa okkur í stykkinu þegar við erum að úthluta gæðum almennings og það hefði ekkert þurft að tefja fyrir málinu eða með nokkrum hætti að skaða íbúa þó að hefði mögulega frestast einhverja vikur eða 1-2 mánuði ef að það hefði farið þessi leið að auglýsa einfallega reitin sem þróunareit. Það hefði ekki þurft að skaða neitt.
Mér finnst þetta, svona mál fara alveg fyrir brjóstið á mér. Við erum nú með alls konar mál sem við getum rætt einhvern veginn hægri vinstri og hvort við höfum þessa skoðunina eða hina skoðunina. En ég vil ekki trúa því að við viljum ganga svona fram. Þetta finnst mér siðferðislega rangt. Mér finnst þetta ekki gott fordæmi vegna þess að það sem við getum líka farið að sjá er þá fólk og fyrirtæki að fara að gera það að þau eru að fara að sækja einhverja lóðir, samkvæmt einhverju deiluskipulagi, sitja á þeim í von og óvonum að kannski einhvern tíðan breytist forsendan og og kannski verið þessari einbýlishúsalóð breytt í blokkalóð og þá fá engin annar hana og ég þurfti ekkert að gera annað en að vera með sitja á henni. Hvaða áhrif hefur það til lengri tíma á okkar fyrirkomulag og stjórnsýslu? Ég vil í alvöru tala að því velti aðeins fyrir ykkur hvar við stöndum á þessum tímapunkti. Hvort því alvörunni heiðarlega, hreinskilið, getið horft framan í það að þetta sé eðlilegt. Mér finnst þetta ekki í lagi. Og ég mun leggja fram bókun sem að undirstrika þessa afstöðu mína og ég greiði atkvæði gegn þessum gjörningi, ekki á þeirri forsendu að ég sé andsnúin uppbyggingunni. Ég er algjörlega hins vegar andsnúin því að einn aðili fái tækifæri til að sækjast eftir takmörkuðum gæðum, allt öðrum takmörkuðu gæðum heldur hann var auglýst í boði fyrir alla. Takk. Þá bæjarfulltrúi Hilda Einar Gísladóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég get alveg séð báðar hliðar af þessu máli og eins og þau hafa rakið hérna á undan mér sem töluðu, bæði vísuðu í lögfræði álitið en ef ég heyrði rétt þá hefur ennþá ekki verið talað sko nákvæmlega hvaða sjónarmið þetta eru sem að þar voru reifuð og sem að kunni að réttlæta frávik frá þeirri almennu reglu að auglýsa lóðir og ef ég skil það rétt þá varðandi jafnræðið að þá má hafa það í huga að lóðin, þarna næsta lóð fyrir neðan verður auglýst væntanlega fyrir það síðar með svipuðu skipulagi eins og þarna er þá verið að tala það er að segja verslun og þjónusta og svo íbúðir á efri hæðum. Þannig að þá munu aðrir verktakar fá tækifæri til að bjóða í þá lóð ef að þetta þykir áhugavert fyrirkomulag. Og svo er í lögfræði álitinu talað það sjónarmið að þegar sé ástæða til að hvetja til hraðrar uppbyggingar þá kunni að vera rétt að taka tillit til þess og við erum auðvitað með það sjónarmið einhver leyti núna, það er að segja að við erum búin að vera eins og var rakið frá árinu 2016 eða 17 með vonir að það færi á stað uppbygging á þessari lóð og svo þá fjárhagsliðin sem að bæjarfulltrúi Hilda Einar nefndi og þetta skemmtilega dæmi að það væri auglýst til sölu borð og stólar og svo fylgdi húsið óvænt með en í þessu tilviki stendur til að innheimta byggingaréttargjald sem að er þá ætlað að koma til móts við það að einhver fái húsið innifalið, það er þá minnst að kosta ekki ókeypis, heldur þarf að borga fyrir þessa viðbót í gæðum sem að yrðu þá afhent. En ég endurtek að ég get alveg séð báðar hliðar á málinu og ég finnst allir hafa nokkuð til síns máls en það er þó minn skilningur að bæjarstjórn hafi þann rétt að afgreiða málið með þessum hætti sem að bæjarfulltrúi Heimir lagði til. Takk fyrir. Það kom bæjarfulltrúi Andra Teitsson fyrir, bæjarfulltrúi Hilda Einar Gísladóttir, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, minn skilningur er að bæjarstjórn hafi sannarlega rétt til þess að gera þetta. Ef hún leggur fram, eins og ég sagði áður, og þess vegna myndi ég halda að það væri að lágmarki þannig að bæjarstjórn myndi þá í bókun sinni hérna í dag tiltaka hvaða sérstöku, gildu og málefnilegu ástæður bæjarstjórn, ekki lögfræði álitið sem að er greitt fyrir og þar koma alls konar tillögur með hvað hætti var hægt að réttlæta gjörningin.
Bæjarstjórn verður þá að taka afstöðu til þess á hvaða forsendu hún hvaða sérstöku, gildu og málefnilegu sjónarmið hún að leggja til grundvallar sinni ákvörðun og samþykki hér í dag. Það hefur ekki komið fram í umræðinni. Það hefur verið vísað í þær uppskálduðu ástæður sem að lögfræðiáliti bendir á að mögulega sé hægt að vísa í, en það verða að vera bæjarstjórnar að taka afstöðu til þess hvaða málefni það séu og hvaða rök það séu. Og ég held að bursi frá öllum að við getum tekið síðan á hvort að það séu sannlega réttar eða gildar eða málefnilegar ástæður, en það væri þá að lágmarki að það að bæjarstjórn eða meirihluti bæjarstjórnar sem ætlar að samþykkja þetta hérna í dag. Segja okkur þá allavega í bókun hvaða ástæður þær eru. Takk fyrir. Þökkum bæjarfulltrúi Hildi Unni Gísladóttur fyrir, orðið er laust. Til máls tekur bæjarfulltrúi Jón Hjaltason það munaði sekundu. Forseti bæjarfulltrúar kemur vel á vondan, það er auðvelt að sjá báða hliðar á þessu máli og ég er í meginatriðum sammála Hildu Jönu það hvernig við eigum að standa að þessum málum. Þarna erum við að breyta á forsendum allverulega, en ég ætla nú rétt eins og hún að rekja sögun og ögn og sé hana með öðrum augum en hún. Við skulum athuga það að þessi lóð hafa búið að deila út þrívegis, hafa búið að skilja henni tvívegis. Núverandi lóðarhafi er sá sem hefur sótt mjöldskiptin. Núverandi lóðarhafi er sá sem hefur reynt að fá okkur í skipulagsráði til þess að breyta skipulagi. Þetta er ekki fyrsta tilraunin. Hann er búin að gera tilraun áður og við tókum vel í það í skipulagsráði að deiliskipulagi lóðarinnar væri breytt. Hann fengi aðra hæð til. Og hann hefði fengið það ef hann hefði sótt það á sínum tíma. Við skulum rifja það upp líka að á lóðinni næstri fyrir neðan ætlum við að byggja leikskóla. Eitthvað var það sem fór á milli bæjar og lóðarhafa, einhver umræða það hvernig ætti að koma þessu saman og skipuleggja og þeir bera það fyrir sig að þetta hafi tafið og gert eitt og annað, fleiri einstæðri reikningin hjá þeim. Það að þeir komu og vildu vera samvinnu liprir við bæinn, hafa einhverja samvinnu þetta. Síðan gerist það að forsendum lóðar númer 2 að ofantalið er breytt. Þar sem áður átti að vera leikskóli, þar samþykktu við að yrði 2-3 hæðir og þar yrði verslun á þeirri neðstu. Þá lítum þeir þannig á að það væri búið að kippa grundvellinum undan því skipulagi sem var á lóð númer 1. Þeirra lóð. Þannig að þetta er svona sagan eins og ég sé hana. Og nú er ég í þessum vandræðum að vera sammála Hildu Jönu en ætla að greiða atkvæði á mótinni. Þannig að ég þarf að reyna að réttlæta sjálfa mig. Ég get alveg vitnað í þetta lögfræðiálit og ég get vitnað í okkar reglur úthlutun lóða en sem heimilar okkur að gera eitthvað í þessum dúr. En það er svona það dugar mér ekki alveg til þess að samfara sjálfum að ég sé ekki rétt. Þannig að ég bara bendi á að núverandi lóðarhafar eru þeir einu sem hafa sýnt lóðinni áhuga. Það verður engin annar komið og sótt og komið hugmyndir þetta er ómögulegt hjá okkur sem gert það svona eða hins einn. Það er engin annar sýnt áhuga. Þeir hafa tvívegis sendt inn tillögur að breytingu deiliskipulags á lóð. Þeir hafa lagt í þá vinnu. Ég er heldur ekki sammála þessu sem kom fram hjá bæjarfulltrúa Hildu Jönu að ef við auglýsum þróunareit að það muni ekki leiða til seinkunar. Ég held þvert á móti að það muni drepa þetta allt í dróma og vera til þess að við horfum á lóðina þarna í 2-3-4 ári viðbót óbyggða og við þrefum og gerum ekki neitt. Þannig að það er bara orðum og tjórið. Maður veit ekki hvernig það fer fyrir ná það reynir og ég vil ekki láta á það reyna. Nú höfum við aðila sem hefur burði, hann hefur vilja og hann hefur hugmyndir það hvernig á að byggja og athugið það og þetta finnst mér mjög veigamikil rök og þung rök sem hafa fengið mig til þess að styðja þetta mál að
það sem þeir eru að fara fram á akkurat það sem vantar í þessi hverfi 2 sem liggja að lóðinni. Skulum bara horfast í augu við það að Hagahverfið ekkert mjög vel hefnað. Naustahverfið ögn betur hefnað en ekki neitt gríðarlega. Þannig að þetta þessu gríðarlega lyftistöng fyrir bæði hverfi að fá þetta. Ég bara ítreka það sem bæjarfulltrúi Heimir sagði áðan Norðurtorg, þá miklu ánægju sem okkur hefur sýnst vera út í því hverfi með það sem þar Það hefur lyft því hverfi verulega upp og gert það mun byggilegri náðu. Þess vegna held ég að ef við segjum nei núna, þá erum við að seinka framkvæmdum á lóðinni. Við erum leið að skemma fyrir íbúum í 2 hverfum. Við erum að gera hverfin byggilegri með því að samþykkja að þá erum við að gera lífið betra í Nausta og Hagahverfi. Þess vegna mun ég að segja já. Okkur bæjarfulltrúi Jóni Hjaltssoni fyrir, til máls tekur bæjarfulltrúi Sunneva Jónsdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar, ég þakka þeim bæjarfulltrúum sem hafa komið hérna upp og rætt þetta mál. Mér langar að bregðast aðeins við nokkru sem hefur komið fram í máli bæjarfulltrúa. Bæjarfulltrúi Andri og bæjarfulltrúi Jón koma báðir inn á að nú hafin nýtt skipulag á lóðinni fyrir neðan þessa umræddu lóð 13 og bæjarfulltrúi Andri talar að það sé þátt að bæta einhverjum öðrum verktökum en hann missi upp með að bjóða þeim þá lóð. En ég bara efins að sé eftirspurn eftir þjónustu og verslun á 2 lóðum í þessu hverfi. Ef að við horfum bara til þess hvað illa hefur gengið að koma upp þjónustu út í þessum hverfum. Þannig að ég held að við varum nú dálítið farin að vinna þá gegn þeim aðila sem á endanum fyrir uppbyggingu á lóð 13. Ég alveg sammála bæjarfulltrúa Jóni að þetta sé lyftistöng fyrir hverfis. Og þá þurfum við líka að vanda skipulagið og ég ekki alveg sannfærð að við getum borið þetta saman endilega við Norðurtorg. Ég efast að þó að við séum stór, að við séum ekki að fara að bera annan Norðurtorg þarna. En hann mér langar að taka bara aðeins annan vinkil á þetta. Hvað það sem okkur raunverulega vantar í þetta hverfi? Að því eiginlega ein af ástæðum fyrir ég get ekki samþykkt þetta í dag bara þetta skipulag sem liggur til grundvallar hér í dag, sem var kynnt fyrir okkur í skipulagsráði. Það hefur verið bara mikill vilji til að breyta skipulagi lóðar 13 eða verslunar og þjónustulóðar á mörkum Nausta og Hagahverfis í einhvern tíma. Það sem núna gert ráð fyrir verslunarhúsi á 1 hæð og stóru bílastæði. Og eins og ég hef skilið umræðina þá hefur ekki tekist að ganga til samninga við einhvern rekstra aðila á það stórri verslun á þessari lóð. Og sú hugmynd hefur komið upp oftar en einu sinni í skipulagsráði og bara í umræðu þetta að þarna gætu við séð fyrir okkur annan kauphang. Þar sem að litli rekstra aðilar geti komið upp þjónustu og mögulega einhverju búð. Og sú hugmynd sem var kynnt fyrir okkur í skipulagsráði finnst mér bara ekki í þeim anda. Það komin risa bílakjallari, mjög lítið bílastæðamagn sem að fjöldi íbúða á 5 hæðum held ég muni rýra möguleika þess að minni rekstra aðilar hefji þarna rekstur. Og ég spurðist fyrir þetta í skipulagsráði, hvernig þau sæi fyrir sér að minni rekstra aðila kæmu inn í svona glæsilegt unit sem í rauninni var auglýst þarna og meðal þess var rætt að það var að kaupa bílastæði fyrir starfsfólk. Það ekkert að fara að gerast. Við erum ekkert að sjá hverja litlar hárgreiðslustofur eða þá þjónustu sem ég held að íbúar vilji vissulega fá eins í hverfin hafi efni á því að fara inn í þetta konsept.
og ef að við verum komið íbúður hérna á 5 hæðum eða það er ekki nema eina afmælisveislu að öll bílastæði eru full og hvaða rekstra grundvöllur er það fyrir litlar verslanir og þjónustu á svæðinu. Þannig mér líst heldur bara ekkert svo vel á skipulagið þó að mér finnst það fallegt. Eins tel ég óeðlilegt að einum aðila sé heimilt að breyta skipulagið svona verulega og jafnræðist ég ekki gætt. Og þannig við áttum okkur bara á því að því hér er sagt að skipulagsráð sé að leggja það til fyrir bæjarstjórn að fara þessa vegferð, að skipulagsráð hafnaði þessum hugmyndum í febrúar. Og mér minni bara að allir hafi verið sammála það að hafna því að framlengja og við myndum taka lóðin tilbaka, breyta skipulagi eftir okkar höfði og auglýsa aftur. Af einhverju óskiljanlegri ástæðu kemur máli aftur inn í skipulagsráð í apríl á sömu forsendum. Einhverju segja kannski að því hefur ekki verið svara nógu vel hann í febrúar þar sem við neituðum frestinum, en mér finnst það bara liggja í augum uppi þegar við neitum frestinum að það þýði að við ætlum að taka lóðina og breyta skipulaginu sjálf. Þannig að þetta voru bara vinnubröð sem voru okkur alls ekki til framdráttar og þá greinilega við erum bara í mikill óvissu með þetta fyrst að skipulagsráð snýr hugmyndum sínum þarna milli funda. En ég mun leggja bara fram bókun þar sem ég er rauninni fer aðeins yfir þar sem er komið fram hérna í mínu máli. En eins og ég segi, ég hefði viljað fara aðra leið. Þetta hefði alls ekki frestast ef við höfum bara tekið lóðina til okkar eins og ætla var í júní og við getum verið komin mun lengra með málið að því að þetta var samþykkt úr skipulagsráði í miðjan ágúst og hér erum við meira mánuði seinna að því að þetta er bara að verða erfitt mál. Takk fyrir. Þakkum bæjarfulltrúa Sunnu Hlín fyrir orðið er laust. Bæjarfulltrúa Ásson gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, búið að vera mjög fróðlegt að hlusta á ykkur öll. Ég ætlaði bara að koma hérna til þess að gera grein fyrir því að ég get ekki samþykkt þessa breytingu, einmitt vegna þess að það verður öllum að vera hleypt af. Ef verður að fara að breyta lóð, þá verður að auglýsa hana aftur svo að fleiri hafi tækifæri á að bjóða í. Að einn aðili geti, sami aðilin búin að taka lóðuna núna 3 sinnum, það hefði nú kannski fleiri boðið í ef þeir hefðu vitað hvað stæði til. Þannig að ég ætlaði bara að koma upp og gera grein fyrir því af hverju ég er að kjósa á móti þessari breytingu. Takk. Þakkum bæjarfulltrúa Ásson Ísgeirsdóttur fyrir orðið er laust. Ekki fleiri hvert hljós. Ætlaði að lesa upp bókanir einhver, svona á Hilda. Já, gjörðu svo vel. Til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Einar Gísladóttir. Sæl, ég kem hérna forseti ágætu bæjarfulltrúar og vil lesa upp bókun mína sem er svo hljóðandi. Það er óboðlegt að bæjarstjórn gæti ekki jafnræðis við úthlutun takmarkaðra gæða almennings nema fyrir því séu sérstök málefnaleg og gild sjónarmið. Þar sem slík sjónarmið eru ekki fyrir hendi í þessu máli þá getur ákvörðunin varla staðist skoðun. Það getur ekki verið réttlætanlegt að einum aðila sé gert kleift að gjörbreyta gildandi skipulagi úr lóð þar sem byggja má hús á einni hæð fyrir verslun og þjónustu yfir í 5 hæða hús fyrir verslun, þjónustu og íbúðir á efri hæðum, án þess að fyrir því séu mjög sterk sérstök málefnaleg og gild sjónarmið. Eðlilegt hefði verið að gefa öllum hefði gefist kostur á að sækjast eftir umræddri lóð á gjörbreyttum forsendum, enda geta þær breytingar sem hér ræðir haft veruleg áhrif á verðmæti lóðarinnar. Ég mótmæli því harðlega þessari leið sem meirihluti bæjarstjórnar leggur til hér í dag og greiði atkvæði gegn þessum gjörningi. Það breytir því þó ekki að ég tel mikilvægt að koma upp verslun og þjónustu og umræddu svæði hið fyrsta og tel að hægt hefði verið að gæta jafnræðis og flýta fyrir uppbyggingu til dæmis með því að auglýsa lóðina sem þróunarrétt. Þakkum bæjarfulltrúa Hildu Einar Gísladóttur fyrir. Þá var það bæjarfulltrúi Sunnu Hlín Jónesdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, kannski ég lesi bara upp bókun mína þó að í rauninni hafi ég farið með hana hérna áðan með alls konar útúrdúrum. Þannig ég legg fram eftirfarandi bókun. Það hefur verið vilji til þess að breyta skipulagi lóða 13 eða verslunar og þjónustalóðar á mörkum naust og haghverfis í einhver tíma
þar sem nú gert ráð fyrir eignarhæðar verslunarhúsi og stóru bílastæði. Í því samengi hefur verið nefnt að þarna geti risið húsnæði í anda Kaupangs. Sú hugmynd sem Lóðarhafi hefur kynnt fyrir skipulagsráði mikil breyting á upprunalegu skipulagi og óttast í að bílakjallari og lítið bílastæðamagn sem að fjöldi íbúða á 5 hæðum muni rýra möguleika þess að minni rekstra aðilar hefji þarna rekstur. Eins tel ég óeðlilegt að einum aðila sé heimilt að breyta skipulagi svo verulega og jafnræðis sé ekki gætt. Skipulagsráð bókaði í febrúar ekki í framlöndu frestu til að hefja framkvæmdir á lóðinni og var það skilningu minn að vilji væri til þess að breyta skipulagi lóðarinnar og auglýsa hana aftur. Að öllum gert kleift að sækja hann á breytum forsendum. Þeirri ákvörðun var svo snúið í skipulagsráð í apríl þegar máli var tekið upp aftur án breytra forsenda. Vinnubrögð sem eru okkur ekki til framdráttar. Og kannski ég bara get nefnt það kannski að ég bókaði þá hérna í apríl að þeirri ákvörðun að taka upp málið aftur í skipulagsráði. Takk fyrir. Þökkum bæjarfulltrúa Sunnu Hlín Jónsdóttur fyrir og beinni taka við stjórn á fundinum. Bæjarfulltrúi Heimir Már Örn afsakið, tekur til máls. Forseti, aðri bæjarfulltrúar. Ég er uppi til að lesa bókun fyrir hönd bæjarfulltrúa Heimir Nónarsson D-lista, Hulda Elma Eysteinsdóttir L-lista, Lára Halldór Eiðsdóttir D-lista, Ingudý Sigurðardóttir M-lista, Geir Kristinn Aðarsteinsson og Jón Hjaltason óhöfður. Óskar bókað. Við teljum ríka hagsmuni fyrir sveitarfélag uppbygging og umræddu lóð hefjið sem fyrst. Það rísu húsnæði fyrir þjónustufyrirtæki. Breytingarnar sem verður óska eftir samræðast vel því skipulagi sem unnið á lóðum austan Austagötu 13 og falla vel að markmiðum aukna uppbyggingu íbúða sem kallað eftir á landsvísu. Við samþykjum því breytingu á skipulaginu en teljum þó mikilvægt að byggingarréttargjald verið sett og íbúðafermetra til samræðis við aðra lóðir í sveitarfélaginu, samanber Móahverfi. Bæjarfulltrúi Heimir Örn hefur lokið málinu sínu. Færing forseta bæjarstjórnar aftur stjórnina. Þakka fyrir bæjarfulltrúi Sunna Hlín. Þá les ég upp bókun að bæjarstjórn samþykkir framlega lýsingu aðalskipulagsbreytingur og hún verið kynnt samkvæmt 1. málsgrein 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010 þau sem samþykkir. Það 6, þau sem á móti. Það eru 2 og 2 sitja hjá. Þá 3 afsakið, 3 sitja hjá. Bæjarfulltrúar Andri, Gunnar og Sunna.